Blóðtappi er þegar það myndast þykkildi í blóðinu, það myndast nokkurs konar tappi sem getur stíflað æðar. Það geta verið margar ástæður fyrir því að blóðtappi myndast. Stundum þegar það er lítill vökvi í líkamanum að þá fer blóðið að þykkna og getur farið að mynda svona stíflur. Líka ef að blóðrásin er ekki nógu ör, ef að blóðið stoppar til dæmis ef það eru komnir æðahnútar í fætur eða eitthvað sem, eða bara blóðrásin fæturna er ekki nóg. Fæturnir er alltaf svona afgangsstærð í blóðrásakerfinu. Þannig að ef að blóðrásin er hæg og léleg, þá eru fæturnir það fyrsta sem er klippt út því að þeir eru lengst frá hjartanu. Og ef að blóðið fer of hægtar í gegn og er að stoppa of mikið, þá getur það farið að þykkna. Það er að segja, blóðkornin geta farið að krækjast saman eða eitthvað farið að valda því að það fer að mynda tappa. Blóðtappi getur verið mjög hættulegur. Blóðtappi í fætinum er svo sem ekki stórhættulegur, en ef hann fer á stað og fer upp í lungu eða í hjartað eða upp í heila með blóðinu, þá getur hann farið að valda heilmiklum skaða. Þannig að blóðtappi er ekkert alltaf að valda skaða á þeim stað þar sem hann myndast. En hann getur myndast eða hvar sem er líkamnum og sé svona líklegast hann myndist í fótunum. En skaðinn er yfirleitt í lungum, hjarta eða í heila. Og ef einhverjar æðar þar stíflast að þá er viðkomandi líkamspartur hugsanlega ekki að fá súrefni og getur orðið fyrir skemmdum.